Komið sæl, takk fyrir að vera boðið. Gaman að hlusta á fyrri erindi. Vantar nú kannski aðeins meira pönk í þetta. Vantar kannski talsmann frá vondum vinnustöðum. Þeir eru hérna til. Og ég ætla semst að hér á eftir að lýsa reynslu út frá eigin sjónarhorni og reyna að tengja hana við vangaveltur og spurningar hvort skörun atvinnu og einkalífs kunni á köflum að vera kynjahalla og kynhlutverkahyggju að kenna. Nú, samþætting fjölskyldulífs og atvinnu, hvort ber að fórna hagsmunum fjölskyldunar eða vinnunar ef til árekstrar kemur. Hver eru skilaboð samfélagsins þegar kemur að því að svara spurningunni? Kannski er svarið að einhverju leyti kynbundið. Tvíhyggja opinbers lífs og einkalífs kemur upp í hugan. Forneskjuleg tvíhyggja heimspekilegra hugmynda að karl sé andleg vera athafna og rökhugsunar. Aktífur konan passívari. Að konan sé líkamlegri og meiri tilfinningavera. Efnislegar bjargir versus andlegar. Að karlar henti vinnustöðum betur en konur, að konur henti betur heimilum. Þeir sem hafna því að kynjajafnrétti sé náð, þrátt fyrir lagaleg réttindi, getur spurt, er hægt að öðlast hann lífstilgang og lífsfyllingu sem flest fólk gerir sér vonir með vinnunni einni eða er vinnan tæki til að við getum komist af með þeim sem við bindumst ættarböndum eða elskum. Með sama skapi mætti spyrja, dugar heimili og nútíma fjölskylda einhverjum til fullnægju í lífinu, er ekki launuð atvinna okkur flestum mikilvæg og jafnvægi þarna á milli. Það fer oft saman atvinna og einkalíf án stórvægilegra árekstra, en fram til þessa eins og komið hefur fram hér hefur þótt viðtekið að annað kynið hafi heimild umfram hitt til að láta sig atvinnu meira varða en heimili og fjölskyldu. Ný könnun sýnir að karlar eru að jafnaði með 130.000 í laun umfram konur á Íslandi. Ef atvinnulífið er karllægt, má spyrja hvort kerfið kosti ekki alla hlutaðeigandi einhverja fórnir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að íbúar norðlenskra byggða telja sig ríka af félagsauði, einhverju sem verður til í samskiptum manna á milli, en félagsauðurinn er gjarnan keyrður áfram af konum. Við sem höfum séð leikritið Blam, einhverjir inni sem hefur séð Blam, við fáum innsýn í karla vinnustað og leit karla að hetjunni í sjálfum sér, en hetjudagur kvenna eru oft í lágværara formi og fá kannski ólíka einkunn. Tökum dæmi á konu sem stendur vaktina sína í kjörbúðinni, lítur að vinnulokinni við hjá öldruðum ættingum, sér heimilið, þvær þvotta, býr til kvöldmatt og nýtir kvöldið fyrir góðgerðarmál í félagsstarfi á meðan karlinn er á sjó. Dettur einhverjum í hug að segja að framlag karlsins sé mikilvægara. Græðir samfélag og græða karlar meir en konur á aðgreiningu kvennastarfa og karlastarfa, hvort tveggja innan gæsalappa. Græðir karllægt kapitalist kerfi á kynhlutverkahyggju sem þrátt fyrir allt kann að vera niðurnjörvaðri en margir átta sig á. Karl í sambúð, foreldri barns, karl sem leggur lítið fram til ólaunaðra starfa innan heimilis, hefur meiri tíma en ella til að afla tekna og gera sig ómissandi tekjulega. Það viðheldur áframhaldandi aðgreiningu kynjana, ójafnvægi og valda mismun. Launakannanir sýna að víða er ólík umbun í boði fyrir fólk eftir kynfærum þess. Hitt er minna fjallað að sá sem sækist eftir einni tegundavaldi, segjum fjárhagsvaldi, og kunni með því að verða skilgreint framfærslu höfuð fjölskyldunar í einhverjum skilningi, kunni líka að gjalda fyrir skörun fjölskyldulífs og atvinnulífs. Er samfélagið raunverulega tilbúið að endurskoða aðskilnað vinnu og heimilis, aðskilnað vinnu og fjölskyldu, að brjóta niður múra karla og kvennastarfa, brjóta niður hefðir, ólaunarar og launarar vinnu. Mín reynsla sem blaðamanns á flestum stærstu ritstjórnum Íslands er að aðgreining vinnu og fjölskyldu sé alvöru mál.
Og gott ef ég hef ekki alltaf trúað því að það sé óbreytanlegur veruleiki og eðlilegt sé að sá sem hafi meiri tekjur sé því meira í vinnunni og þar með fjarverandi frá heimili. En nú hef ég síðastliðin 2 ár breytt heimili mínu í vinnustað þar sem allt í einu graut og þrífst ágætlega. Borgaða vinnan, börnin, kötturinn og ólaunaða vinnan. Mín reynsla að það komi ekki niður á vinnunni að vera með ungbarn slefandi yfir lyklaborðið þegar skrifuð frétt samfélagsmál. Ungbarn nefnilega ekki bara einkamál, heldur líka samfélagsmál. Reynsla mín af því að rjúfa skil launarar vinnu og ólaunarar, atvinnu og umönnunar barna, svo eitt dæmi sér tekið. Reynsla mín og fjölskyldu minnar af því að brjóta niður veggi einka og atvinnulífs góð, þótt stundum tæki og ný. En hvað kemur útigrill og eldavél þessu við, kann nú einhver að hugsa. Eitt af því sem fékk mig til að sjá hluti í nýju samhengi var frétt í Mogganum sem sagði frá því að langflestir karlar elskuðu að grilla en margir þeirra væru latir fyrir framan eldavélina. Guðni Ágústsson myndavísu orðaði þannig að körlum þætti leiðilegt að vera bak við eldavélina en það væri þær staður konunnar. En lykilspurningin kannski hvers vegna hvetur útigrill karla til afreka. Karla sem jafnvel nenna aldrei að elda nema út í garði. Nú því var ekki svarað með beinum hætti í fréttinni en mér fór að detta í hug eftir kynni mín af því sem ég kalla karllægum vinnustöðum að svarið við þeirri spurningu kynni að tengjast svörunum við spurningunum mismunun atvinnulífs og einkalífs þar sem konan og fjölskyldan gjarnan undirsett en hagsmunir karlsins og atvinnulífsins eru ráðandi. Spólum nú aðeins aftur í tímann. Ég missti vinnuna mín í hruninu, hafði hlutverkaskipti við konuna mína, fór að sinna því í fullu starfi sem ég hafði illu heilli geymt á jaðrinum fram á því, fjölskyldu og heimili. Skrifaði reynsluna bók, heimkomuna, fór í skóla, las félagsfræði með áherslu á kynjafræði. Úr mjúkum faðmi kenninga og mennta færðist ég aftur yfir á akur launarar atvinnu og þá fæddist aftur nýtt sjónarhorn sem tengdist því að hafa atvinnu en án vinnustaðar. Hvað þýddi það? Kostir og gallar. Það er smá galdur að púsla saman þörfum fjölskyldu, heimilis og atvinnulífs og ég viðurkenni, en tek ég, ef mér gefst ekki tími til að hugsa mig skaffara hlutverkið langt fram yfir ólaunuð heimilistörf, enda félagsmótaður með stáli inn í það hlutverk. En reynsla mín bæði af því að missa stoltið, sjálfsvirðinguna, missa vinnuna, en fá í leiðinni tækifæri til að verja tíma með ástvinum endurfæðast, nálgast skil atvinnu og fjölskyldulífs með nýjum hætti og sjá mörk þess tvenns verða óljósari og óljósari, dýrmætt, svo beitt sér nálgun sjónarmiðs feminisma. Reynslan skóp sjónarhorn sem öðruvísi en þegar ég lifði bara fyrir vinnuna og þess vegna fannst mér fréttin í Mogganum ekkert fyndin, heldur lagðist ég í smá rannsókn. Hvers vegna mörgum körlum félli svo vel í geð að grilla út í garði en hefðu jafnvel andúð á að elda matinn í eldhúsi, nema þá í fríum eða sérstökum tildögum til að skapa ævintýrastemningu. Vissum að margir kannast við það. Franska fræðikonan og heimspekingurinn Simone de Beauvoir neitaði að sætta sig við að konan væri skilgreind út frá karlmanninum. Síðan hafa margir bent á að karlar stýri enn orðræðinni og að ólík sýn okkur að heiminn velti á því umhverfi sem við sprettum úr. Að vera hinn, eins og Simone de Beauvoir kallaði það, virðist enn hlutskipti margra kvenna, þótt hér haldi margir fram að fullkomi jafnrétti ríki milli kynjanna. Úti í heimi eru konur kúaðar, umskornar og limlestar, en hér láta konur limlesta eigin sköp vegna kröfu sem tengist útliti. Sú krafa getur birst sem ánauð. Sumir segja að hugmyndir karla sjálfa sig, sjálf karlmennskan, tengist hugmyndum karla völd yfir konum og reynda líka valdamenn í körlum. Á afmælisráðstefnu Jafnréttisstofu á Akureyri hér, 8. október árið 2010, fældi stjórnarformaður Jafnréttisráðs, þáverandi, rök fyrir því að ein helsta ástæða þess að ekki var í jafnrétti meðal kynjanna sú að feður kenndu enn drengjum sínum ofbeldi, beint eða óbeint, meðvitað eða ómeðvitað. Hörn heldur því fram að ein ástæða þess að ekki dregur saman með körlum og konum í launum
sé svo að karlar séu leiknir eftir að þeir koma heim úr vinnu sinni í að bjóðast til að vinna verk sem einkum styrki stöðu þeirra sem karla. Oft gerir konar engar athugasemdir við slíkt, kannski séu þær fegnar því að ómaki sér tekið af þeim sjálfum. Hörn nefnir sem dæmi umsjá bílsins, tengingu þvottavéla, störf sem tengjast verklegri umsýslu, styrk eða flýti. Í þeim skilningi segir Ingólfur J. Ásgeirsson, Jóhannesson, er karlmennska kerfi viðmiða sem hefur fest sig í vitund samfélagsins. Það hefur líka verið bent á að sumir karlar telji það táknum karlmennsku að hafa hærri laun en konan. Í samanburði til dæmis Þorgerðar Einarsdóttur á launum giftra og ógiftra kemur fram að konur fá svipuð laun, giftar eða ekki, en kvæntir karlar eru með hærri tekjur en ókvæntir. Við hittum oft útlendinga sem halda við Íslendingar sem ógeðslega líbó og mótern þegar kemur að jafnréttismálum. En í alþjóðlegri spurningakönnun árið 2005 mældist Ísland í hópi íhaldsamari Evrópulanda þegar kemur að viðhorfi til skiptingar heimilistarfa og ábyrgðar. Kolbeinn Gíslason benti þó á að stærsta hlutfall Íslendinga af öllum þjóðunum í rannsókninni teldi að konur vilji stunda barnauppeldi og heimilishald umfram launaða vinnu. Kynhlutverkahyggja virðist því enn við lýði. Akkur fíla karlar út í grillið miklu betur en til dæmis þvottavinnuna sem situr á botni vinsældalistans eins og kom hér fram í erindi Þóru. Er það vegna staðsetningarinnar, bæði í eiginlegum og yfirfærðum skilningi. Felst munurinn á þessu tvennu í hinu sýnilega annars vegar en hinu ósýnilega hins vegar. Karin Holmberg hefur fært rök fyrir að karlmaðurinn vilji að hans störf teljist erfið og með einhverjum hætti öðruvísi en störf konunnar. Sú kenning leiðir hugan að ólíkri ímynd þess sem veiðir fisk við erfiðar aðstæður, grillar úti eða kveiki bara á eldavélinni. Hugtökin öryggi og áhættusækni spretta upp, hvernig var orðræðan útrásar víkingana og djarflyndi þeirra Landsbankamaður farinn. Hvað með konur sem passívar en karla sem virka gerendur? Að kveikja á eldavélarhellu og setja potta á hann til þess eins að horfa á hann er náttúrulega ekki öllum körlum sæmandi. Ekki þeirra sem vógu villt og hættuleg dýr út í skógi, ekki alls fyrir löngu. Samkvæmt fjölmiðlaorðræðu er gas stórhættulegt. Er það ein leið karla til að halda fyrir vígstöðu? Það geta allir sett í þvottavél, ekki satt. En er val á heimilisverki tilviljunum háð? Sumir myndu segja að heimilisstörf líkt og önnur störf snerust í huga karla að viðhalda einkennum karlmennskunnar og þá nálgust við viðkvæmt samband atvinnulífs og fjölskyldulífs og hugsanlega skýringu af hverju karllægt atvinnulíf er tregt til að mengast fjölskyldulífi og kemur í veg fyrir samruna þess tvenns með ýmsum girðingum. Einu sinni gerði ég sjónvarpsþátt á N4 þar sem ég fekk hund sem viðmælanda í setti til minn. Hann er til hægri á þessari mynd. Ég spurði hundinn nokkra spurninga, hann svaraði engu, gælt ekki einu sinni. Þessu uppákomaður hugsuð sem andóf gegn að því að ég taldi kjaftaði pólitíkusa þeirra tíma. En að fá hund í settið hafði líka aðra merkingu. Þrátt fyrir það sem hér hefur komið fram í dag eru vinnustaðir margir og mismunandi og það eru ekki allir sem að eru í vernd hins opinbera. Það eru til vinnustaðir þar sem starfsmenn koma með eigin hunda í vinnuna en ekki eigin börn. Nú mótun gagnkynhneigðar er skylduverkefni í uppvexti drengja, hefur fólk bent á. Kannski er það svo að uppeldis og umönnunarstörf þykir menga karllægt atvinnulíf, en að eiga stóran og stæðilegan hund og koma með henni í vinnuna getur eflaust í hugum sumra verið táknum stórglæsilega karlmennsku. Að skiptum bleiur og fundi með hardcore businesskalli í bossfötum er það örugglega ekki. Svo er annað, ef karl tekur sér ótilneyddur það hlutverk að vinna ólaunað og ósýnilegt húsverk, grefur hann hugsanlega undan eigin forréttindastöðu. Forréttindastöðu segi ég, en þessi forréttindastaða kostar hann mögulega aftengingu við fjölskyldu. Er eðlilegt að sumir karlar hugsi meir ókunnuga menn í Manchester United sem hann mun aldrei hitta heldur en ættingja sína. Það var ein spurningin fyrir ykkur karlana, Manchester United áhangendur, Logi. Já,
Af minni reynslu á karllægum vinnustöðum get ég vel tekið undir að þið sýnilega og mælanlega er mikilvægt. Ég tala til dæmis alltaf fréttirnar mínar, margar fréttir mikil dugnaður, fremur en að inntak eða uppsetning nýtti meinvirðingar. En sér hver fréttaafurð, hún endurspeglar líka alltaf stöðu fréttamannsins að einhverju leyti og það getur komið í veg fyrir að múrar einkalífs og atvinnu verði rifnir niður eða minnst kosti lækkaðir. Hinn ósýnilegu heimilisverk, það að skipta bleiu sem dæmi, eru þess eðlis að engir áhorfendur eða meðleikarar eru til að klappa kallinu upp, en í kringum útigrillið eru hins vegar oft áhorfendur. Það er sýnileiki í boði, færi á fyndni, félagslegri hagsmunabót og að mattsa nágrannan. Ofbeldið sem vitnað hefur verið til birtist í ýmsum myndum og tengist ótta við að lenda undir, en til að sýna engin veikleikamerki telja sumir karlar að þeir þurfi sífellt að sanna sig og þar komum við aftur að henni kapítalísku samkeppnishugsun. Við útigrillið er sannarlega hætta sem þarf að bregðast við. Ef gasið eða kolaeldurinn tæki upp á því að ógna heilsu fólks er hins gott að karlinn sé klár í aðgerðir. Einnig mætti nefna þá tilhneigingu karla að afrek þeirra séu mæld því ráðandi staða markast ofta mælingum. Grillmatur er til dæmis þeirra náttúru og það er mjög auðvelt að telja af grillinu. Ég grillaði 5 kótilettur og 10 kartöflur, segi karlinn og fær sér bjór. Ólíku gegnir að henda grónum í pott og sjóða hafragraut fyrir börnin. Hafragrautur er bara hafragrautur og það er enginn til að horfa á hetjuna sem býr hann til. Góðir ástefningestir, margt af því sem ég ræði hefur nú verið á mörkum gamans og alvöru. En öllu gríni fylgir nokkur alvara. En nú ætla ég að vera alveg hreinskilinn. Ég dýrkaði vinnuna mína vegna þess að í vinnunni fékk ég frið frá öllu nema vinnunni. En nú er annar tími. Ég hef skrifað og ritstýrt tugum blaða með lítið fólk nagandi fótlegginn á mér. Ég furða mig á því hvers vegna sveigjanleiki er ekki meiri, til dæmis hvað varðar opnunartíma leikskóla, eins og hér kom fram í síðasta erindi. Af hverju kostar það venjulegt foreldri augun úr ef barn þarf að vera aðeins lengur á leikskólanum? Er það krafan árangur, sparnað og skilvirkni sem ræður því, bæði hjá opinberum aðilum og einkaaðilum, að barnafólki er ekki hjálpað meir en raun ber vitni til að samræma þarfir, atvinnu og einkalífs? Af hverju leyfir leikskóli ekki sveigjanleika ef eitthvað kemur upp í vinnunni hjá okkur? Af hverju refsingin 3.000 króna aukagjald eða hvað hann er fyrir hvert korter umfram hefðbundin vistunartíma? Af hverju er fjölskyldan ekki velkomnar en raun ber vitni inn á svo mörgum vinnustæðum? Vegna þess að reynsla mín er að fjölskyldan sé hreint ekki velkomin inn á alla vinnustæði. Af hverju útskýrði Erla Hlynsdóttir blaðamaður brotthvarf sitt úr sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 til fréttatímans með því að nú gæti hún loks sinnt bæði barni og vinnu? Af hverju þurfti hún að velja á milli? Af hverju þurfa karlar þess síður? Af hverju er atvinnulífið rétthærra en fjölskyldan á þeim tímum nú þegar viðurkennt er að vellíðan byggist á mörgum þáttum öðrum en efnislegri tekjuöflun? Af hverju þurfa fjölskyldur að taka svo mikið tillit til atvinnulífs en ekki öfugt? Mín reynsla er að börnin mín ungu séu alsæl með að við foreldrarnir þurfum ekki að hverfa burt til langdvalar á fjarlægum vinnustöðum. Auðvitað pirrar það við stundum að hafa ekki fullan aðgang að athygli okkar eiginkonu minnar, en það er léttvæg fórn fyrir ávinningin að við foreldrar erum til staðar ef þarf. Svona lokum, ég veit að ég er ekkert að finna upp hjólið, en ég er í hópi þeirra sem telja að það að kenna kynjafræði á öllum námstigum gæti opnað augum margra upp á nýtt. Vegna þess að allt snýst þetta meira að minna það að opna augun. Ég var steinsofandi í 40 eitthvað ár, en tel mig að hafa fengið aðra sýn núna. Og það er að mörgu leyti þægilegri leið að taka einhverja kynjafræðikúrsa en að þurfa að láta reka sig til að vakna og sjá heiminn í nýju ljósi. Það er allt í lagi að sinna heimili börnum, ólaunaðri atvinnu og launaðri í belg og biðu. Í einu allsherjar kaotísku kuðli. Ég vil að lokum þakka þeim hér inni, þeim konum hér inni sem hafa kennt mér kynjafræði.